Velkomin á Frelsi TV. Ég hérna með sjóð heita samsæriskenningu sem kemur beint úr höfuðstöfðum Axels. Ég hef ekki séð þessa kenningu neins þar annars staðar. Ég myndist aðeins á þetta í djúpköfunni þar sem við Guðjón vorum að spjalla og ákvað að gera sér myndband þetta. En við vitum að það sem að elitumafíunum gengur alltaf, eða þessum kóngafjölskyldum og þessum nýðingum sem að ráða alltaf, eða Vatikanið, eða hverjir þetta eru, sennilega er þetta Vatikanið sem að stendur í þessu öllu, að þeir hafa alltaf átt í erfiðleikum með eignaréttin og rétt fólks til lífs, þessi guði gefni réttur eða réttur frá náttúrunni. Að því að leið og þeir fella þennan rétt, þessi sjálfsögðu réttindi, þessi sjálfsögðu gildi, úr gildi, að þá eru þeir fallnir undir sama hatt og það vilja þeir ekki. Þessi elitu hugsun, þessi elitu mafía, hún vill ná eign yfir öllum manneskjum og jörðinni allri og öllum auðafum og öllu draslinu. Og það hefur alltaf verið erfiðast að ná eignarétti yfir manneskjum. Það hefur nánast ekki hefnast hingað til allavega. Og þeir sem hafa staðið í því eins og þrælahaldi og fleira slíkt, það hefur alltaf endað með einhvers konar ósköpum og að hluta til að því það gengur ekki lögfræðilega upp eða það röksemda fæslan í því hrynur alltaf á meiri leið. Og núna féll nýlega dómur eða rúling í Hæstarétti Bandaríkjanna þar sem að þessi biotech firms eða líftækni fyrirtæki að þeir óskuðu eftir einkaleyfi eða patenti á DNA bara borgara. Og til dæmis vitum við að íslensk erfðagreining hefur verið að safna DNA eða erfðamengjum úr Íslendingum og það er meira sér möguleik að hér hafi verið íslensk genamengi á meðal. Og við vitum að íslensk erfðagreining er hluti af hernaðarkomplexnum eða military industry complex. Þannig að hér var gerð atlaga að eignarétti fólks yfir sjálfum sér. Þessi atlaga tapaðist hjá þessum sturluðu fávitum. En þeir hafa náð árangri á þessu sviði. Þeir hafa náð að sigra með erfðabreytt matvæli, korn. Og við vitum að það er svo sem ekkert vandamáli ef einhver bóndi vill kaupa korn frá einhverjum framleiðanda. Það er svo sem ekkert vandamáli, það hefur enginn gert neina athugasemd við það. Hins vegar er þetta ekki þannig sem þetta hefur rekið. Þetta hefur rekið þannig að einn bóndi kaupir þessi Monsanto eða það eru fleiri fyrirtæki, Monsanto er langstæðstur í þessu. Að einn bóndi kaupir korn og síðan fjúka kornin yfir í næsta akur á bónda sem vill ekki eiga viðskipti við Monsanto og vill ekki nota þessi korn. Þannig að kornin hafa komið inn á landans og svo getur vel verið að agенtar frá Monsanto hafi dreift þessu bara yfir landið hjá einhverjum bónda og farið síðan og sótt sínin sín. Þetta fólk er nú hikar ekki við svona alls konar monkey business. Og þarna var Hæstiréttur Bandaríkjanna að staðfesta það að ef að korn fýkur af næsta agri yfir til saklausa bóndans sem vill ekki nota þessi korn, þá þarf hann að borga royalty af korninu sem fauk inn á akurinn hjá honum. Áttu ykkur á hvað ég er að segja? Þetta er eins og ég myndi taka
sykurmola sem ég á kastaði yfir á garðin hjá nágranna mínum og ákæra fyrir þjófnað á þessu drasli sem ég var að hendi í garðin hjá honum. Og þetta er eitthvað drasl sem ég á patent á, eða eitthvað sem ég hanna, ég get hannað eitthvað logo og svo prentaði út 50.000 logo og kastaði yfir á garðin hjá honum. Og síðan rukkaði hann fyrir hönnunina á þessu. Af því að ég hannaði þetta, jú. Og Hæstiréttur Bandaríkjanna staðfesti að þetta er leyfilegt. Að þetta samþykti sem er náttúrulega gjörsamlega sturlað. Að það sé hægt sé að komast að þessari dómsniðurstöðu er sturlun. Og síðan fór ég að velta fyrir mér af hverju eru sömu aðilar og hafa staðið að þessu Monsanto ógeði hérna og það eru nú þekktir svika hrappar sem að tengjast þessu. Síðan fór ég að velta fyrir mér af hverju er svona rosalega mikil áhersla á að bóluefni séu að þvinga fram bóluefni. Að því að röksamdafæslunar fyrir þvinguðum bóluefnum standast engin vísindaleg rök. Það margbúið að sýna fram á það að þetta eru algjört fúsk sem verður að leggja fram hérna. Og þá fór ég að leggja saman 2 og 2 og ef að við hugsum okkur að bóluefnið innihaldi efni, af því það er sömu aðlarnir sem eiga bóluefnaframleiðendunar og Monsanto, þetta eru sömu öflin sem eiga þessi fyrirtæki og meiri segja eru aðilar, já þessi aðilar eru mjög tengdir, það vita allir sem hafa kunnað gera lágmarksrannsóknir, að ef að í bóluefnunum eru efni, kannski eitthvað bólusettur á heilsugæslustöð og síðan fer einhver bóluefna framleiðandi, kemst yfir blóðsýni á einhverjum, þá segir bóluefna framleiðandinn þessi einstaklingur er með efni sem að við höfum patent á, einkarétt á. Við getum sýnt það með þessari blóðpröfu að þessi einstaklingur er að nota einkaleyfis varða drullu frá okkur og þessna á hann að borga okkur peninga og þegar búið að setja viðkomandi í þrota þá verður viðkomandi settu bara í skuldafangelsi eða tekin í þrældóm eða eitthvað þetta er svo djöfulegt plan að ég get sagt þér það fyrir 5 árum þá hef ég aldrei látið mig detti í hug, ég var löngu hættur að hugsa þessa hugsun en ef þú sérð hvernig þetta fólk vinnur og fer að kafa ón í drulluna hjá þessu eftir þetta fólk þá kemur það mér ekkert óvart að þetta væri planið og ég spyr að þetta er kenning og ég hef svo sem ekkert fleiri heimildir heldur en bara það sem ég sé í fjölmiðlum og ég vitna að ég mun setja linkana á undan að þessum greinu sem ég sýnt hérna og við vitum að það er alls konar furðu fyrir bara í gangi í bóluefnunum og þannig að þetta er möguleiki að þetta sé pælingin þetta sé ástæðan fyrir því að verið er að leggja svona mikla áherslu á að þvinga bóluefni í fólk hvort sem það vill eða vill það ekki og það séu jafnvel einhver svona einkaréttamál eða patentmál eða starri svika starfsemi þarna baki og eins og segi þetta er bara kenning og sem að mér finnst reyndar ekki ólíklega það sé einhver svona furðuleg pæling í gangi og ég líka velti fyrir mig bara lögfræðilega
hvernig sko, þeir reyndu hérna að koma, þeir reyndu bara að taka einkaleyfi á genum fólks beint. Sko þessi fyrirtæki eru búin að reyna það. Veitu hvort þið nefna, jú, hérna er eitt fyrirtækið. Og hérna, þannig að þeir eru að reyna alls konar svona furðulega hluti. Og ég er líka að velta fyrir mig með chemtrailið, að þar eru sömu aðilar að spreyja efnum yfir allan heiminn, sko. Ég er að velta fyrir mig hvort að þar sé líka einhver svona efni sem að þeir geta kleimað sem enga rétta varin drasl eitthvað frá þeim. Og við vitum að þessir aðilar hafa gengið fram sko miskunnarlaust út allan heim og sett sko hvern bóndan og fætur öðrum á hausinn, sko, hirtaðum löndið og bílinn og keyrt fjölskyldur í fátækt, sko. Þannig að það sem að margir samsæringar hafa verið að segja er að við erum að keyra inn í einhverja Elysium eða einhverja furðulega framtíð, sko. Það sem þetta fólk hefur algjörlega tapað toppstykkinu, sko. Þetta fólk er algjörlega sturlað. Og almenningur í heiminu þarf nú að fara að hætta að horfa á kastljósið sitt og fara aðeins að vakna, sko. Þetta eru mjög alvarlegi tímar sem við lifum á. En takk fyrir komuna. Munið að ofbeldi leysir engin vandamál. Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holda blóði, heldur við anda veru vonskunar. Og við skulum halda okkur á þeirri línu. Og endilega munið að styrkja Frelsi TV ef þið getið, þá getið helga mig meira þessu starfi. Og þið eru alltaf velkomin aftur. Takk fyrir og bless.